Jæja, við ætlum að byrja á því að gera Facebook post í dag. Þetta er fyrsta verkefnið og þetta er svona minnsta verkefni sem þið þurfa að gera, þannig að við ætlum að núna að henda því upp og þá veljið þið, farið bara hérna beint inn í hérna listan, hérna í Facebook post og smellið á þetta hérna til að fá upp möguleikana sem eru í boði. Hér eru alls konar möguleikar, það er það sem maður hefur notað núna síðast, það er hérna alls konar kórónavírusinn, það er mæðradagurinn sem er að koma, maður ætlar að gera eitthvað kort fyrir það er hérna Ramadan ef maður vill gera það er eitthvað tilheyrandi jörðinni, sölupóstar og allavega. Ef ég fer alveg neðst hérna, eða ekki alveg neðst en svona frekar neðarlega, þá fæ ég all result, þannig þá get ég bara farið hér yfir og valið einhverja pósta. Það sem ef ég renni yfir, sjáu þið það stendur frí, þá er það ókeypis hérna munstur, já, ókeypis sem ég get notað. Ég ætla ekki að nota þetta hérna því þið ætla að nota það á eftir í collage þegar þið gerir myndasafnið. Þannig ég ætla bara að nota eitthvað hérna eitt, ég vel bara þetta hér. Smelli einu sinni á það og hún færir það hér yfir. Núna ætla ég mér finnst þetta bara að vera fínt en ég vil nota mína eigin mynd hér. Ég vil ekki nota myndina sem er til hér í. Ég get farið þá leið að ég get farið hér í Photos og til dæmis Free Bike, gá hvort hún komi með einhverja myndir af hjólum, já það er fullt af myndum hérna á hjólum, en þær eru ekki allar, sjáu þið, með því að íta hérna á það sé ég, þær eru allt prómyndir, þannig að ég þarf að greiða fyrir þær, þannig að ég ætla bara að nota, ég á einhverjar myndir sjálf hérna inni, örugglega ekki myndir af hjóli, en það skiptir ekki máli, ég breyti því það bara. Geri hérna uploads og þá fer ég inn í myndirna mínar og bara renni hérna aðeins yfir þetta og sé, ok, ég ætla að nota þessa hér. Ef ég smelli nú einu sinni á hana, þá setur hún hér yfir hérna kortið sem eða myndina sem ég er að fara að gera, vegna þess að ég sagði henni ekki hvar hún ætti að láta það, þannig hún setur það í miðjuna. Þannig ég geri undo. Vel myndina sem er hér með því að smella hérna einu sinni á sig og ef ég smelli hér og þá er ég búin að velja textan, svo er ég búin að velja þennan texta hér er ég búin að velja myndina og nú ætla ég að setja þessa hérna mynd, ég verð að draga hana og ég verð, sjáu þið, að bíða þangað til eins og núna, þá myndi hún ekki vera komin á réttan stað, ég sé ennþá hjólið þannig að ég þarf að bíða þangað til hún er komin með hana á réttan stað. Nú er hún búin að þröngvinni hérna inn, ég get aðeins lagað hana ef ég vil, þetta er kannski ekki alveg rétta sem ég vil hafa, ég get svona fært hann aðeins til, það er ekki mikið en það er samt eitthvað aðeins og þegar ég er búin að því að það farið hérna upp og ítið á done þá er myndin komið hér. Ég ætla að setja, hér ætla ég að setja eitthvað texta, allir út að labba, svo ætla ég að fara að setja hér finna stíg eða eitthvað og hér er örin og ég ætla að segja kannski ætla ég bara að sleppa þessu hérna, ég ætla bara að hafa örina, ég get bara eitt þessu hérna, nú er ég búin að færa þetta orð hingað og þetta bara passar ekki og ég get reynda að tróða hérna og það fer aldrei á réttan stað. Það nota ég alveg svo í öllum hinu forritunum, þá nota ég undo sjáið þangað til þetta er komið á réttan stað. Nú er þetta komið á þann stað þar sem þetta var upphaflega. Þannig ég fer bara hérna inn í og eyði þessum texta. Ég get, sjáðu, nú er þetta bara orðið svona. Nú lítur þetta bara svona út. Ég get líka breytt, ef ég vil breyta letrinu, ég vil breyta stærðinni eða ég vil breyta litnum á letrinu, ég vil ekki hafa þennan appelsínugula lit, ég vil hafa eitthvað voðalega fallega bleikan, ég voðalega bleik í dag, sjáu, þá fer ég hérna inn í finna stíg og þá myndi ég vilja kannski hafa þetta hér líka eins, af því þetta er á saman, en ég valdi bara einn, sjáu, þannig hún velur, já, þessi er raðað saman, þetta er ekki ein mynd, það er ástæðan fyrir þetta kemur svona, þannig ég þarf að fara inn í hvern og einn fyrir sig ef ég ætla að breyta þessu hér og laga það. Ég get líka breytt letur með því að setja það hérna og ég ætla að fá eitthvað þetta er kannski svolítið stórt, ég hef þetta hérna, það lítur ágætlega út. Nú er myndin bara tilbúin sem ég ætla að setja á Facebook
og þá þarf ég að fara í annarkvort hérna, gera download og vista þetta inn á tölvunni hjá mér. Ég vil hafa þetta mynd, hún mælir með því að hafa þetta mynd og ég vil hafa þetta mynd. Ég get líka valið að bakgrunnurinn verði ekki, hann verði svona transparent, þannig að ef ég ætla að nota þessa mynd með ykkur öðru. En ég ætla bara að hafa hana svona, ég ætla bara að hafa hana PNG eins og suggested og ég ætla að downloada henni. Ég get líka því þið eigið að publisa þessu á Facebook. Þá getið þið farið þá inn í tölvun ykkar þar sem þið geymið myndina, hún fer væntanlega annarkvort inn í downloads eða inn í pictures. Þið verðið að kíkja inn í hvora möppuna þetta fer. Ég get líka farið að því ég ætla að gera þetta á Facebook, farið beint hér inn í hnappinn Publish to Facebook, valið þar átt að vera á Facebook page sem hún mælir með eða átt að vera í Facebook group. Og í okkar tilfellu þá þetta group af því að þið ætlaði að setja þetta inn á síðuna hjá okkur. Þannig við myndum velja hérna Facebook group og choose a new location. Þá ætla ég að velja hvaða grúpa þetta er. Þetta eru tölvur. Hérna. Þetta eru tölvur 1 sem þið myndum velja og svo segir hún hérna maður þurfa að gefa leyfi og allt það. Ég fer aldrei þessa leið. En þið getið farið hana ef þið viljið. Ég fer alltaf þá leið að ég downloada myndinni í tölvuna og næs og í hana og það aðalega út af því, kannski myndi ég gera þetta núna, en það ekkert mjög langt síðan þessi hnappur kom. Áður var það alltaf þannig að maður þurfti að sitja það og ég hef bara haldið mig við það. Og þið ráðið hins vegar hvað þið gerir, en muna, ég vil fá þessa mynd líka inn á Facebook, ekki bara inn á heldur líka inn á Facebook.